kæru gestir, útsendingin opnaði hjá okkur en við ætlum að biðja áðungunum að klára skýrslu sveitarstjóra. Gjörðu svo vel. Nú, þá flutti sveitarstjóri ávarp við setningu fagráðstefnu Skógræktar á Íslandi sem fór í Hallstaðaskógi 27. og 7. mars. Sveitarstjórnarfólk í Múlaþingi, auk sveitarstjóra og starfsmanna á umhverfis- og framkvæmdasviði fengu kynningu á fyrirhugari Gilsárvirkjun í Eyjaþinghá og umhverfismati þeirra framkvæmda. Kynningin var á vegum Eflu orkusölunnar. Aðalfundur Hefveitna fór fram 27. mars, fundurinn var velheppnaður og starfsfólk flutti áhugaverðar kynningar á þeim verkefnum sem unnið var að á síðasta ári. Ljóst að mikil gróska hjá hitaveitunni og ýmis tækifæri framundan á öllum þeirra sviðum. Sveitarstjóri tók þátt í vinnustofu á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga og innviðaráðuneytisins fyrir sveitarstjórnarfólk á Austurlandi og ákveðna starfsmenn stjórnsýslunnar breytingar á sveitarstjórnarlögum. Þann 1. apríl sótti sveitarstjóri fund í Reykjavík undir yfirskriftinni Austlæg átt í orkuskiptum sem Fjarðabyggð og Fljótsdalshreppur stóðu að, en þar var til umfjöllunarverkefnið Grænn orkugarður á Reyðarfirði og mögulegir vindmyllugarðar í Fljótsdal. Tilefni fundarins var að ná samtali við þingmenn og aðra ráðamenn hvernig hægt að koma verkefninu áfram. Nú standa yfir íbúafundir til að kynna drög að nýju aðalskipulagi. Búið að halda fundi á Egilsstöðum og Borgarfirði og einnig lokið slíkum kynningafundum fyrir dreifbýlið á Fljótsdalshéraði, annars vegar í Brúarási og hins vegar á Eiðum. Í dag verður svo fundur hér á Seyðisfirði og á morgun á Djúpavogi og íbúar sveitarfélagsins eru hvattir til að nýta sér þetta tækifæri til að fá kynningu á vinnunni við nýtt aðalskipulag sveitarfélagsins og sendin ábendingar í gegnum skipulagsgátt. Þá var nýverið íbúafundur á Seyðisfirði til að kynna umhverfismat fyrir nýjar ofanflóðarvarnir og var sá fundur vel sóttur. Stjórnendur í Múlaþingi fengu fræðslu á vegum Samtakanna 78 í byrjun apríl sem mikilvægur hluti í því að tryggja að stjórnendur séu vel uppleystir og tryggja endurmenntun þeirra í málefnum sem varða samfélagið okkar. Nýverið var framkvæmd launagreining í aðdraganda jafnlaunaúttektar sem framundan á morgun hjá Múlaþingi. Niðurstaða launagreiningar í ár var á óútskýrður launamunur fyrir föst laun 0,4% konum í vil þegar tillit hefur verið tekið til heildarstiga og rökstuðnings með launaákvörðunum. Það mælist því ekki marktækur munur á launum milli kynja hjá Múlaþingi sem auðvitað ánægjulegt. Ljóst að þátttaka í jöfnlaunakerfinu og eftirfylgni við það hefur skilað miklum árangri hjá Múlaþingi. Að lokum vert að segja frá ánægjulegri heimsókn sem sveitarstjóri fékk frá 4. bekk Egilsstaðaskóla á dögunum en börnin höfðu verið að læra lýðræði og mikilvægi þess fyrir samfélagið okkar. Þau komu og færðu sveitarstjóra bréf með lista yfir þau atriði sem fengu flest atkvæði í kosningu sem þau stóðu fyrir í bekknum og varðaði mál sem betur mega fara að þeirra mati í nærumhverfinu. Skemmst frá því að segja að meira að segja í huga 4. bekkinga það snjómoksturinn sem þeim efst í huga og fékk hjá þeim flest atkvæði. Öll atriðin á listanum verða tekin til skoðunar á viðeigandi sviðum stjórnsýslunnar og vonandi verður hægt að verða fljótt og vel við einhverjum af þeim góðu umbótum sem þau lögðu til. Nú framundan hjá okkur kannski öllum eru páskarnir og því við hæfi að óska íbúum Múlaþings gleðilegra páska, vonandi geta allir notið þeirra í friði og ró. Síðan fljótlega eftir páska komið að Hammondhátíð á Djúpavogi og vert að hvetja fólk til að kynna sér metnaðarfulla dagskrá sem þar verður og taka þátt eins og kostur Takk fyrir. Við þakkum Óðni Gunnari fyrir yfirferð skýrslu sveitarstjóra. Þetta var síðasti liður á dagskrá fundarins í dag og ég ætla því að slíta honum. Takk fyrir.